Jæja, góðan daginn og verið öll velkomin hingað í Þjóðminjasafn Íslands. Þetta er 4. hádegisfyrirlestur safnsins núna í haust. Það Marlít Mader og Marianne Guggelsberger eru textílkonur sem hafa út frá vefnaðarbútum sem textílfræðingurinn Michelle Hyer Smith rannsakaði endurgert fatnað bláklæddukonunnar. Það dálítið sérstakt að vefnaðarbútar hafi varðveist í jörðu en það kemur til vegna áhrifa frá brjóstnælu úr eyr sem lá í kumlinu frá Ketilsstöðum og sem vefnaðarbútarnir lágu uppið og í kringum þessa brjóstnælu. Bláklædda konan, ný rannsókn á fornu kumli, þetta sýning á rannsóknum vísindamanna á beinum og gripum landnámskonu sem fannst árið 1938 í gröf á Austurlandi.
En þessar rannsóknir, þær hafa getið gefið okkur svör aldur konunnar, hvaðan hún kom og gefið vísbendingar útlit og klæðaburð. Eins og þið sjáið þá eru rannsóknir þeirra Marlit Mader og Marianne Buchelsberger mjög svona efnislegar. Það heilmikið af sýnisorgnum sem þær hafa tekið með sér og gott að skoða hérna eftir kynninguna frá þeim þegar það gefst líka færi á spurningum. Og síðan eftir fyrirlesturinn og eftir að við erum öll búin að skoða hérna hvað þær hafa tekið með sér, að þá ykkur öllum boðið að skoða sýninguna hérna á annarri hæðinni bláklæddu konuna og það kostar ekki. Annars að þá fer þessi fyrirlestur fram á ensku. So I will switch now into English and welcome Marianne. Ja. Nýbúin að skipta skoðun. Allt í lagi. Ok. Þið lítið við hópin. Nei, hér með fólk sem kann ekki íslensku. Einmitt. Þessum nýbúin að skipta skoðun. Ég hef minn part á íslensku. Já. Marlit talar ekki íslensku, þannig hún hefði sinn part á ensku. En endur þið spyrjið og síðan þykir við og þá skilur við. Frábært. Það bara hérna, þá eru vonandi að tala til allra. Akkurat. Annars bara hjálpist við að. Bara velkomnar Marlit og Marianne. Welcome Marlit and Marianne. Please come to the podium and komið hérna á sviðið og hérna og takið við. Ja, velkommen og takk fyrir að sýna þessu svo mikinn áhuga og mæta svo já, takk fyrir. Ég vil þakka sérstaklega fyrst og fremst hérna Jóhannu Pálmadóttur sem tók okkur undir sinn verndarvæng og verndósi á Textasetri. Ég vil þakka hérna Ingu Láru Baldvinsdóttur sem í raun kom þessu. Ég vil þakka Inga Láru Baldvinsdóttur sem kom þessu af stað og ég vil þakka hérna Önnuleif Elídóttur og Ármann Guðmundsson. Kannski nokkur orð okkur. Ég byrja á mér. Ég heiti Marianne, búin að vera búsett á Íslandi í 30 ár. Ég er tóvinnukennari og kenni ýmislegt annað handverk í heimilisvinnaskólanum. Búin að vera þar örugglega viðloðin í 20 ár. Ég er með gamla MA-gráðu frá Þýskalandi í Anthropology og síðan dreifum ég aftur, ég var 50, dreifum ég aftur hérna í háskólan og tók BA-gráðu í latínu og þjóðminjafræði eða þjóðfræði og þá kom þessi áhugi, ég gat keyrt mín áhugamál saman, þetta efnislega, handavinnu, tengda og akademisk fræði. Og will you say do you want to say some words about yourself? Yes. And then I will tell about why and what we did. Hello and good day. I'm Marlit and I'm very sad that I'm not able to speak Icelandic except some few words like ég heiti Marlit, frá Þýskalandi, and that's all. So if you have any question during my lecture, please put your hand up and Marianne will translate it in Icelandic. I'm from Germany. This is my husband, and we were both teachers in primary school, but I retired 2 years ago, and my favorite profession, my hobby is a textile, related to textiles, and this is why I decided to come to Blönduós 2 years ago for the first time to the textile center. It was a very wonderful experience to be there, and Marianne and me decided before that we want to reproduce textile from Iceland. I'm coming to Iceland nearly every year, and I'm
very interested in the history of Iceland. And as I'm a weaver, I have been a weaver for 30 years now, I said, okay, we can do this special apron dress. We will introduce to you soon. Ja. Nee, noch nicht. So. Ja, danke. So. So. Okay. Það var árið 2016 sem að Marleit hafði samband við mig og ég spurði hvort ég ætti lausan tíma að koma með henni á Blönduós í Kvennaskólann og sagði já, ég hef tíma, ég hef mikinn áhuga. Ég var milli vinna þá, milli vinnustafa og við fengum inn hjá Jóhönnu Pálmadóttur á textilsetrinu í 2 mánuði og við stukkum bara gjörsamlega út í djúpa því við höfum enga hugmynd hvað tekur langan tíma að endurgera svona fornbúning. Þannig að við notuðum nútíma vefstóla sem eru þarna, efst vefstofan og það fyrir neðan stór aðstaða með risastóru vinnuborði og það pláss fyrir 8 listamenn og þetta var svolítið alþjóðlega hópur. Það var einn frá Bandaríkjunum, einn frá Írlandi, Ástralíu, þannig var mjög skemmtilega hópur. Háa vetur, við vorum þannig í janúar og februar og sem sagt endurgerðum þennan fornleifabúning sem við höfum kynnst bæði á sýningunni og að hafa lesið greinina eftir Michelle Hayes Smith sem er fornleifafræðingur, textilfornleifafræðingur og hefur skoðað einmitt þessar leifar sem að fundust undir nælunni og út frá þeim hægt að segja bara ótal margt uppruna konuna, uppruna kindana sem gáfu ullina í kjólinn, vefnaðarmunstur, lítun þess áttar. Það sem ég nýbúin að skipta skoðun að halda þetta á íslensku, þar ég að þýða beint af blaði, hér stendur alltaf ensku. Í lok 9. aldar, þegar Ísland byggðist, fæddist stelpa á svæðinu þar sem nú Skotland, England eða Wales. Einhvers staðar þarna fæddist stúlkubarn. Og hún kom til Íslands, sennilega 5 til 10 ára gömul og deyr ung, sennilega 20 á Austurlandinu. Var þarna grafin í kumli og það var grafið upp 1938 af Matthíasi Þórðarsyni og það voru varðveita það var varðveitt haugfé sem var spinning wheels, það voru snældusnúðar, það var eitthvað sem hnífur með beinhald og touchstone, whetstone, ég man ekki á íslensku núna, það þessar brýna hnífa og það sem vakti okkar áhuga sérstaklega voru einmitt næluna og textilbútarnir sem voru varðveitir bak við nælurnar. Og eins og ég segi þetta fjársjóður fyrir okkur að því við getum ákveðið snúningsáttina bandsins sem var spunnið, við getum séð bindingsmunstrið sem að sennilega var og sem var heitir á íslensku hringavefnuður, diamond twill og við gátum séð að þetta var litað með vót, á íslensku heitir það litunarkarsi í Satis tinctoria og þessar nælur
ekki bara varðveitu efni bak við þær, heldur líka ef við skoðum formið, þá tilheyra nælurnar hérna típunni P52, það er svona typológia eftir manni sem heitir Petersen og það gerir okkur kleift hérna að við getum tímasett nælurnar og það með dána hérna tíma konunnar sem var á 10. öld. Það var þessi nælutýpa mjög algeng. Bak við nælurnar sáust ýmis textíllög. Innst næst konunni var hörefni, sem sagt hún gekk í hörserk næst sér, sem make a sense, eins og maður segir, að því við þvoum hörefni, blóð, sviti, alls konar óhreinindi sem að setjast í hörefni, það er ekki mikið mál að þvo, en ullar yfirplögg voru sjaldnast þvegin. Það nægir bara að bursta eða bara lofta vel út. Sem sagt, það var eitt lag af höri, næsta lag var ull, svo sáum við lag af, eða svo sést lag af þessu upphafsbandi sem við sáum hérna, brúna bandið. Og fjórða lagið voru þessi hýrar, þess að halda búningnum uppi. Hýrarnar eru opnar hérna, eru lausar og halda saman við kjólinn með þessu næði. Það var mjög praktist út af brjóstagjöfinni til dæmis. Ég vatni brjóst, ég fer ekki úr öllum kjólinn. Ég bara losa þessa hýra og það er bara ekkert mál. Efnið í kjólnum, uppi staðan, sem sagt langsum þræðir, voru spunnar í, bæði kerfin, uppi staða og ívof voru spunnir réttsælis svo kallum zeta-snúningi. Ef þið ímyndið ykkur bókstafinn zeta, það er miðleikkurinn, hann liggur frá efst til hægri, niður til vinstri. Þess vegna kallum við þessa snúningsátt zeta. Ef við snúum í hina áttina, þá tölum við S-snúning, af því miðpartur bókstafsins liggur frá efst til vinstri, niður til hægri. Við tölum zeta og S-snúning. Kjólinn sjálfur var spunninn sem sagt í báðum kerfum í zeta, en hýrarnar segja allt aðra sögu. Það var efnið mjög grófara, ég held bara 4, 5, 6 þræðir á sentimeter, og uppi staðan var ofin í zetu og ívafið í S. Sem sagt, hér mætast tvær mismunandi hefðir, af því zeta var mikið spunnið hérna í Noregi og er ég að rugla núna, og ZS á keltneskum svæðum. Já, hún var líka með sem haugfé hérna svona perlufesti, og það sýnir okkur líka að hún tilheyrði sennilega fjölskyldu með víðtæk tengslanett. Hvort það var sumir af þessum perlum komu frá allarleið frá Miðjarðarhafinu, og þessi þríblaðanæla sem hörkjólinn er haldin saman með, hún hefur svo kallað akanthus motíf sem er svona frankneskt frá svæðinu sem er núna Þýskaland og Frakkland, cirka bát. Sem sagt, það voru áhrif bæði í tísku og spunaáttum og vót líka. Litunarkassi var ekki rækt á Íslandi, kemur sennilega frá Noregi í svona kúlum sem þið sáu líka. Við getum skoðað þetta ofti á borðinu, og það var mjög langur prósess, og það var best að flytja þetta bara tilbúið í litlum kúlum sem þá gæti maður bara strax lagt upp með litunina.
Já, vorum að tala búin að tala uppruna hennar, hvaðan hún kemur. Hún var heið í Kumli og grafið upp aftur 1938. Og það sem sagt í grunninn þessi bók og sérstaklega greinin eftir Michel Hayeux sem kom okkur af stað og við ákvaðum að bara endurgera kjólinn eins vel og við gátum. Þetta nælur. Við sáum hvað bendurinn. Fyrir þessari típu 52 sem að gera okkur kleift að tímasetja. Og þetta teikning af því sem að þetta leit út í gröfinni. Þetta svona, hún var að minnstakosti klædd í það sem við sáum undir nælunum. Hvort konur almennt gengur líka í undirfötum eða einhverju kápu yfir, það sáum við enga leifar í gröfinni. En það er mjög líklegt, en okkar endurgerð studdist eingöngu við það sem við sáum. Svo þetta dæmi frá, hvað var þetta, Birka, held ég, Birka. Við sáum eins og hjá okkur, þetta mjög einfalt snið. Þetta bara framstykki, bakstykki og svo svona þríhyrningar hægri og vinstri til þess að gefa einhverja vidd svo við getum gengið, annars verður þetta alltaf þröngt. Og eins og ég sagði, það var maður í hörfötum næst sér, ullarföt yfir og haldi uppi með þessum nælum. Malin, ætlar þú að segja eitthvað þetta núna eða? Já. Malin ætlar að fjalla núna meira details sem að sé bak við þessa nælur. Yes, we just go back to the last photo. You see here the Scandinavian dress, which used to be common in all Scandinavian countries, with the brooches here and the apron dress, smokel. And usually, and that is very special for the Icelandic find, we have those straps as loops, like in this photo. You see here coming loops from the back. These are the remains of the loops in the Birka brooches, and a little loop here fastened to the edge of the smoker. And these were round loops, not like the one we have in the Icelandic find. This is unique. And also unique is another thing, that is the tablet woven band. The dress would normally be adorned with the tablet woven band like this one, with a silver or even a gold thread, but it was attached after tailoring the dress. It was not woven in. And this is unique in the Icelandic find too, because here, I show it at the dress here, the threads running through the tablet woven band go down to form the wall of the dress. And this is unique too. You usually only have the tablet woven bands with golden or silver thread sewn on later. So what we had in before were the experiences and the
text of Michelle Hayeur. She said the smoker is made of woolen yarn, handspun of course in ZZ, like Marianne told you before, in a clockwise, spun in a clockwise way, and it was dyed with woad, and it was a 2-2 twill. The threads per centimeter in the dress were 10 in the warp, that means from on a warp weighted loom, which was used in the former times, which come from above to down. These were the warp threads, and the weft was shot from right to left and from left to right. And the count was 10 threads per centimeter in the warp and 11 in the weft. Then we have the tablet woven border. It was made of plied 2 threads spun together, woolen yarn. It was dark and light brown dyed with Itonamusi, and there were 12 tablets. And the way it runs through the tablets, here are the tablets. These are the tablets. And you see 4, except the middle one, 4 holes in each corner. So in each tablet there are 4 threads, and they are turned around, so they twist together. I will explain this to you if you are interested later, after I finished and Marianne finished her lecture. And the way they run through the tablets is called threaded as of threaded thread. But that is very special now. I won't consist on this explanation. Then we have the loops. This was woolen yarn again, hand spun, Z and S, and dyed with woad 2 into 2 twill and threads per centimeter 9 and 7. This was written in the text of Michelle Hayeur in this book. You can buy it here in the museum. But then we started with working. I started to spin the weft and the warp thread at home, and in December, when I stayed again already in Iceland, I bought myself a little bit of Icelandic wool and got some Icelandic wool in Germany too. And the Icelandic wool, as you all know, is very unique because it has outer hair, the tall, and the inner hair, the thin. And Michelle Hayeur doesn't talk about what kind of wool is used, so we decided to take both kinds. Here you see the wool like it comes from the sheep, and here you see what is usually taken. This is the very fine and soft underwool, you can touch it afterwards, and this is the long taut, which keeps the sheep from the rain, dry from the rain. So we started to spin, and here is the first thing, not result, die erste Einschränkung. The first problem or restriction we have to make because of the time. We couldn't spend a whole year on the project, so we decided to spin it not with a whirl and a spindle, but with a spinning wheel, which was not common in Viking times. Everything was done with a spinning wheel, which takes much more time than a spinning wheel. And we spun the thread in Z and S because we needed it. And then we started to dye. And this was something I didn't consider. I spun too less yarn for the project. But I noticed it first when I started to calculate how much I need for the warp and the weft. So I took some brown wool. In original, everything is
white, especially dyed with woad. But we have here a brown warp with this thread, and a white weft with, and this one dyed with woad. These are the woad balls. These are made of a plant, Isatis tinctoria, which grows in Germany and in Middle Europe, often wild, but you also can cultivate it. And to keep it's a very difficult way to dye with this plant to get blue. And this plant didn't grow in Iceland in the Viking times, so they had to import the woad. And the woad loses its color very, very quickly, so they had to preserve it. And to preserve it, they have to ferment the leaves, to mash the leaves, to ferment the leaves, put urine about it, which was, of course, very smelly. And then, after they fermented, they put it together 2 balls. And usually the balls should be a little bit bigger, like this one, like tennis balls or so. But we didn't have so much leaves, so we just made it small balls. And in this form, they were imported to Iceland. This was approved by examination of one man who X-rayed the colors in the dress, in the remains of the dress. And we, of course, didn't want to be so smelly in the art residency at Blönderos. We didn't dare to ask the other residents to pee in for our sake. So we used modern chemicals. This is woad powder extracted from the leaves, and this is what we call decolorer or color remover. And this works like the urine in former times. It takes the oxygen out of the vat of the color liquid, so the indigotin, the blue color, can join to the fiber. And when you take it out, it first is like yellow, and then you take it out and it starts with the reaction of the oxygen in the air. It starts to blue again. Here you see the result. This was in the vat, in the liquid, and then with the help of the air, of the oxygen in the air, it starts with a wonderful blue color. It was not very difficult to do this, but in former times you had to do and to think of much more things to get a clear blue. And it's very astonishing that people imported this woad balls to Iceland and colored their dresses and everything with this color. Blue must have been a very special color, especially for women, because in this book is also written that about 70%, nearly 70% of all the colored dresses of Icelandic women were colored with blue, and only 30% of the men. So then we started to color the thread for the tablet woven band with Lithunarmosi, and then I started with calculating the warp. Michel Hayeur says in the book that it is twill. Twill looks like this. You see all these diagonal lines here. And it's used also in jeans nowadays. But when we look closer, when we took a closer look at the finds, we decided it must be a diamond twill. You see here the red lines I put in. I discussed with Marianne about it.
and I discussed with other weavers at the Textilcenter, and I had also I discussed it with people abroad at home in Germany, and they all said, "Oh yes, we can clearly see the diamonds here. You can see it here that the lines are not running diagonal like this one, but they come together. So it should be a diamond twill." And the finds in the rest of Europe from this time show often the diamonds. You see them here, and this is a piece of a small curved tool. So we decided to weave this diamond twill. Then I started to lengthen the warp threads. Warp the loom. I used, this is the second restriction, I had to use a modern loom because a warp weighted loom costs a lot of time to warp it and to weave on it. And the modern loom, we found wonderful ones in the weaving room upstairs. Takes much less time than a warp-weighted loom. And here the weaving is started, but then the first problems arrived. You see here a lot of sticky fibers coming out of the thread. And these fibers stick together and prevented the shed to open. So the thread started to break, and I had to find a solution. And with Mariana, we cooked this slime. This is made of cornstarch and olive oil and water, and it's cooked and then applied to the threads. Let it dry overnight, and then the next day it was okay to weave on. After finishing the 3 meters, we decided to do 3 meters. It were 658 threads I had to put on the loom because we have 10 threads per centimeter, of course. We had a width of 65 centimeters, so it was 685 centimeters for the right and left edge to strengthen the edges. And after finishing that, I started to weave the border. Usually on a warp-weighted loom, you first start with the border, and the weft you put here inside is lengthened all the way to have the warp for the fabric. But on a modern loom, like the treadle loom I used, you can't do that. You have to do it in another way. So I decided to make this loom, this tablet woven band extra. And here you see the tablets working. And here the rest threads of the fabric were put as a warp, as a weft into the tablet woven band. And here I cut the wefts off. And here you see now the tablet woven band. Afterwards I had to do the straps. And I decided, because it was really now a very easy exercise, this fabric cost me a lot of nerves, and this was really easy, so I decided to make it a little bit more difficult, and I put it in one piece, but with 3 different wefts, so I had spliced up here, and I used 2 of these straps for the woman, for the holders here. Yes, this was my work, and here you can see again the difference. Here, this is a little bit of exercise between, you see here, darker stripes and a little bit lighter stripes. And this is the difference between the Z-spun yarn and the S-spun yarn. They are dyed similar at the same time. They are not different in color, but when you weave them, you see a difference. And this is because of breaking the light.
Yes, and then my work was done, and all I had to do is to sit in the hot pot in the swimming pool and enjoy the northern lights. And now Marianne is going to take over and tell what she was doing then. Willst du das noch haben? Nee, leg mal hier. Nee, hier is nog. Ja, hier is Ég byrjaði á að aðskilja tóg og fel og byrja á því að spinna saumþráðinn sem spunnin úr bara hreinu togi og mjög hart spunnið. Ég notaði nútíma rock, lendrum af því ég hafi ekki tíma að handgera allt. Síðan var þráðurinn tvinnaður. Ég reyndi að hafa hann eins fínan og ég mögulega gat. Hvort ég stenst prófið í samanburði við formæðurnar veit ég ekki, en ég gera allavega með besta. En tók saumþráðurinn fór síðan í sama litunarbaðið og restin af kjólnum. Sniðið á kjólnum mjög einfalt. Í raun vitum við ekki hvernig kjólarnir voru. Við höfum aldrei fundið heilan kjól. En út frá myndefni og ýmsu öðru lýsingum í textum, til dæmis gömlum, gengjum út frá því að kjólinn í raun bara bakstykki, framstykki og síðan þríhyrningar til að gefa einhverja vitt geta hreyft sig. Þannig að við ófum cirka 3 metra minni mig. Og svo fram og bakstykkin 110 hvert. Og síðan, við klipptum þetta, við klipptum fram og bakstykkið, en úr afgangnum sauma ég þessa þríhyrningar með því að leggja afganginn saman langsum og klippa síðan á ská. Þið sjáu hérna. Það sem kemur við höfum ef við opnum þetta stykki, þá fáum við einn heilan stóran þríhyrning og 2 hálfa. Þetta fer hægra megin og þetta fer vinstra megin, en út af því hér saumað saman, það myndast faldur, myndast saumur, en til þess að halda útlitinu hægri á að vera alveg eins og vinstri, var gerði falskur saumur hér, til þess að láta líta út fyrir þetta væri saumað saman, samt þetta bara eitt stykki. Þið sjáu 2 helminga og 1 heilt stykki. Síðan var þetta allt varpað með mjög þéttum, litlum sporum. Og það sem opni kanta voru, sem sagt klippti kantar, það þurfti að verja kantinn með því að leggja meðfram kantinn auka þráð og varpa síðan, ég held að batterið sé eitthvað, og síðan varpa mjög þétt og hlífa og verja þannig kantinn. Þetta mjög mikla tilhneigingu að bara trosna upp. Þetta verður bara alveg ógerlegt einlega. Við vitum ekki út frá þessum fundum hvernig þetta var gert, en við vitum frá cirkabát samtíma fundum aðeins seinna frá Grænlandi. Það hafa varðveist náttúrulega heila textila í þessum í sífreranum og þá getum að skoða saumaaðferðina alveg bara niður í eitt og ég ákvað að halda mig við það. Þetta hlýrarnir sem voru bara varpaði saman í miðjunni, ég veit ekki hvernig það styr.
Og þetta mynd af hlíðar fríhyrningunum, hvernig það lítur út. Ég til dæmis núna eftir myndinni get ég ekki sagt hvort þetta er falsku saumur eða saumur. Þetta lítur alveg eins út. Það er svolítið maus að láta ganga upp, sérstaklega spissið, alltaf svolítið maus, en það tókst. Svo þetta er undirkjóll sem ef maður heppinn, þá getur maður keypt af eBay gamalt handspunnið, handofið hörefni. Og ég var svo heppinn að finna heilan stranga og saumaði í kjólinn, undirkjólinn. Og þess að hafa þetta svona aðeins fallega og varpaði ég saumaði svona fremst með vótlíturum þræði líka. Og þetta við vorum að vera svona lokasýning, allir listamenn á Blönduósi á þeim tíma, eða allir listamenn sína afrakstur dvalarinnar. Og þetta var, við vorum að setja upp sýninguna. Og svona leit daman út í lokin. Ég vil benda sérstaklega á það að allar nælur eru vitlausar. En ég nota bara það sem ég átti til. Þessi eru úr, þetta er seinna tímabil, þessi nælur, og þríbæðarnælun náttúrulega alveg kolröng, hún allt og stór, hún tilheyrir í raun karlsbúnaði, en þá var það sem ég átti, en nú erum við búin að græja upp almennlega með eitthvað sem hendar miklu betur í okkar tímabil. Nú heldur þessi bara tími fyrir spurningar og koma og skoða. Við erum búin að rafa upp í raun skrefin hvernig ferlið er. Við byrjum á hráru ullinni, svo tekum ofan af, tókum þel, svo spunnið á. Þetta er kannski áhugavert fyrir einhver að vita það að í þá daga var ekki spunnið á halasnældu, eins og þið þekkið. Halasnældan með snúðin efst og krókinn. Þessu snældur voru ekki notaðir þá. Það var öðruvísi snældur með mjög litlum snúði og hann var laus og hann var hafður niður í. Og svo spunnið hér er engin krókur, engin rauf, ekki neitt. Það myndi þess að búa til snúning sem hleypur úr ullinni í bandið, þarf við að snúa snældunni bara stanslaust milli fringa, svona. Svo hef ég rokkinn. Ég hef hann oftast spinnið sitjandi, ég hef hann bara milli fóta. Svo dreifum við bara ullina niður og lætur snúningin hlaupa inn í ullina með því að draga niður. Það er það sem sagt í Eyrbyggja, kalla sand á pallin og spangar af rokki. Það er þessi rokkur? Þetta er rokkurinn. Þetta er rokkurinn. Svona byrjaði í raun minn áhuga á öllu þessu fólki því ég las þessa sögu og það var talið rokk og ég þekkti bara fólkstíkna rokka. Ég vissi ekki þetta. Og mér fannst þetta bara, þetta var slæm þýðing eða hvað er í gangi hér? Og svo kom sér bara að því miklu seinna, þetta er rokkurinn. Og svona lítur snældurna út. Ég veit eina ritgerð, ég fann hana bara á skemmunni, maður við ekki nafn höfundar, en hann búinn að rannsaka snældusnúða frá landnámsöld til 1300 og þeir eru allir svona litlir. Þeir eru kannski 3 cm í þvermáli, mjög oft gerðar úr glerbergi eða soapstone á ensku. Þetta er steinn sem finnst ekki á Íslandi, en hann finnst í Noregi. Og það sem gerðist í þá daga, það voru fluttir inn stóra svona pottur, svona grýtur til dæmis, þess að elda í. En einhvern tíma brotnaði grýtan kannski og allir mólar voru gerðir snúðar úr þeim. Þess vegna finnum við svo marga Kleibergs snældusnúða á Íslandi.
sem sagt, þetta allt ferlið. Það þarf að taka ofan af, spinna af 2 og 5. Spinna, hér dæmi fyrir saumþráðinn, þetta tvinnað, eins fínt líka. Og þetta band sem ég hef spunnið hérna með þessari aðferð. Og svo saman hérna. Eins og ég sagði, það fannst líka hnífur í könnuna með beigskafti. Hér svona hnífur. Og eitt sem svolítið spes, það var líka með kalsedónstein í svona, og steinn var í svona drópaformi. Lítið mjög spes út þessi steinn. Við varum svo heppin að finna þessi náttúrulega ekki eins fallegu í hérna löguninni. Which is found in East Iceland. In East Iceland, yes. Við finnum þennan stein á Östurlandinu þar sem konan var grafin. Hvað sagði það hitti? Kalsedón. Kalsedóni á ensku, ég veit ekki á íslensku. Ég googla það. Og svo liti gera handa mér, eða handa mér, skó, eins og þeir tekjast á þessum tíma. Þetta svo kallu vendiskó, sem sagt skórnir saumaði á röngu. Það liggur saumurinn úti. Svo allur skóli bara snúið við, eins og snúið við kottavið. Það snúið saumurinn inni, falinn og trosnaði ekki upp þegar maður stegast steinin. Svo þessum líka mjög sniðugt að hafa hérna böndin inni. Þegar ég fer í skóla hef ég oft annan fótinn hérna yfir og þá vil ég geta reima hér, ekki reima hér. Svo hérna dæmi hérna það sem var eftir bara í framleiðslunni okkar, efni og meira band. Hér þessar litrunarkassakúlur. Nú bara endilega skoðir fram skórið. Það spurja. Maja það. She was talking about that Iceland, these steps, there were loops. And it was something special for Iceland. I didn't quite understand. I don't understand this word loop in this. And what is it that is so special for Iceland? Yeah. No, but in Scandinavia or in Sweden or Norway also, they made loops like this. Like this, where the needle didn't penetrate the fabric. They put the needle in here. I can show it with my own one. Yes, now I understand. Yeah. But did they have this two-fold? Yes. They had it two-fold. So the needle just goes through the loop and not into the fabric. Yeah. You see, you have to do it here. You have it like this. They were made of finer fabric like this one. They folded it and attached the two ends here at the and then they put the needle through it, so the needle didn't penetrate the fabric. So the strap from the upside had a loop as well? Yes, a longer one. Yes, but it was also a loop like this. This is the loop. So was there a loop both in the apron and also on the back? At the end of the strap? Oh. 2 loops, and this one is unique. I don't know about any other find that there is a strap like this, not a loop. Okay. This is here the needle goes through the fabric, and you can see in the exhibition you can actually still see the hole that the needle went into the fabric. When you see the needle, it's rather thick, and these left traces in the fabric when you push it through. And then you can see the holes in the fabric. You can still see it now in the exhibition. I have also another question. Did I understand correctly that also the tablet weaving band was made of wool, not linen?
It was made of wool in Scandinavia like this one, but it was brocaded with a golden thread, golden or silver thread. This one, that was... No, not our ones. This was only elsewhere in Europe. Yeah. That's what I asked. Yeah, So this was unique in Iceland too. Because usually you make a band like this with, and have the brocaded golden thread, and then you sew it to the apron dress. I've always thought that it was not sewn, but it was normally woven because... Woven in, you mean, like this one? No, this one was... You can see the traces of the sewing thread in the Scandinavian finds, in the Birka finds and Norway finds and Haikabu things. You can find the traces where it was sewed on the fabric. Yes, please. Já, ég vil byrja að þakka ykkur fyrir yndislega falleg orð til okkar í festasetrinu. Yndislega þakkur. Welcome back. All the best. Maríanna, það sem hún sagði með þarna spunan, ég vakti áhuga með það var SS-spuni á Norðurlöndum. Var þá ekki ómikið snúður á bandinu ef það bæði spunnið og tvinnað í þessum átt? Nei, þegar spinn og tvinnar, þá alltaf tvinnað í öfuga átt. Já, ég veit það sko, en ég kannski miskilið þetta sem stóð þarna að það var sko SS annars vegar og svo á keltnesku var Z og S. Já, þá ég vil tala þetta efni. Já, í vefnaðin. Í vefnaðin. Já, ég stóð þessu saman. En ekki í sömfræðinu. Já, ok. Að Spanja minnir mig Z og tvinnaði S. Það kom nefnilega einu sinni gömul kona til mín á spunanámskeið frá Ströndum og hún hafði þar á ömmu sinni að togið var alltaf spunnið í S af því það var sterkara. Já, það var sterkara, já. Og það hefur eitthvað með mólekúlum að gera þegar ég svo eftir síðan. Ég hef sagt að sumfíber hafa bara náttúrulega tendens í ákveðna átt. Já, en það er annað með þeirri sko. Það getur verið. Það er öðru uppbygging á tóginu og þeirri. Já. Góð punktur. Gerst það? Varst þú vestur? Two questions. One about the headgear. Is that something basing it on something special, or is it your interpretation? It's my interpretation. It's conjecture. We don't know. There was nothing in the grave. It is just, but it is known that women always cover their hair. So you don't have a specific No, I find have or no anything in mind? specific find in mind, nothing specific. This is also handmade. If I remember right, the warp was linen and the weft was nettle, which is another very interesting fiber. And when it came off the loom, it was stiff like a board. It was horrible, and I thought I will never be able to wear it. But if you wash it and wear it, and wash it and wear it, it is like this, super soft. And you usually don't have a lot of finds of the head covering in the Viking age time, only the finds of York in Ireland. I think we found one in Dublin. In Dublin. Yes. The other question is also hypothetical. That's about the cloak. Do you imagine that she wore a cloak? And if so, how would she have fastened it? Could the ropes maybe been for the cloak, or would it been on a pin, or maybe a wooden pin? Well, if we think of the climate, I'm pretty certain they had something more than just this. And I suppose they had a woolen cloak, which was fastened maybe with a needle, like this here. Yeah. And it's gone, I suppose. Yes. They didn't find any. I suppose they didn't find any pin or anything. Well, we have pins. We know of we know of pins. Okay. You can find them in Kumla Högfair. Yeah, but in this find, Not in this No. one. No, not in this one. Já, ég var að velta fyrir mér að því að kjólinn er hvítur, undirkjólinn. Já. Var hörinn aflitaður, vitið þið það, eða hvernig var hörinn? Þið nefndi það ekkert í fyrirlestrinum?
hör í náttúrulegu formi eða náttúrulegu litur svona annars spektrað með svona ég vil ekki segja í beige en hann er ekki skjanna hvítur eins og þessu. En það er eitthvað sem gerist bara sjálf með tímanum. Að því sólarljósið í þennan dag þegar sólarleikum þetta var efnið var bara sett út á tún, bleitt og gátt sólarskína og það kviknar efnið. Svo varum við því að þó og flytta og nota þá þetta vísist upp á tímanum. En hör tekið mjög illa lit. Den var aldrei haft í sínum náttúrulega lit. Ull tekið mjög auðvitað lit en ekki hör. Þú svolítið að spyrja bara tíman í verkinu. Hvað Við vorum við 2 mánuði. Einmitt. For me, only 1 month. For you, only 1, yes. Yeah. But I worked in before. I spun the yarn at home and during my stay in December in the south. And I just had to put on I just had to prepare the warp and weave it. So it was not the whole work. Þótt við notum nútíma græður eins og vefstól og rock og allt það og við höfum það var mjög góð lýsing, stórt vinnuborð, allt upphitað, nútíma aðstæður. En samt fara marketíum að setja bara huldasat og huldaspann, tímum saman og þá ég komst í eitthvað svona ástand að því hendurnar eru alveg ósjálfráðar, ég bara hugurinn fyrir á flug. Ég tengdi svolítið við konurnar og vinnu aðstöðu þeirra þá. Til dæmis, við vitum að hérna borð einhver flöt til að skera efnið, eða klippa efnið, það var varla til. Það til dæmis á Grænlandi, Else Osterlund sem hefur rannsakað það efnið mikið, hún kom á tilgáðu að kannski var bara hörðin tekin af hjörunum tímabundir þess að hafa einhverju flögur bara að skera efnið. Allt hitt, saumaskapinn, gerum við bara sitandi á rúminu. Við vorum með títuprjóna. Við vorum með málband. En þess að gera svona einfalt snið, ég raun til nægi bara þráður þess að mæla axlabreitina og lengdina, því það bara þráð. Og ég tek sniðið kannski mestalega af einhverjum gömlum hjól, en ég þarf þess í raun ekki, sem títuprjónar getur að nota kannski svo fiskbein ímyndað mér. Og svo verður alltaf sitandi, svona konulampa. Og maður verður líka ímyndað sér, finnst mér, svona alla kringumstæður. Það var reykar af eldinum. Það heyrist hérna klikk, klikk, klikk í kljásteinunum þegar við erum að vefa. Hvað fólk að tala svona, ég veit það frá 17. og 18. öld til heilt kvæði, bara land. Hvernig á að sitja upp í kljástins vefstað. Og þótt við reynum að endurgera fornbúning, þá við náttúrulega í nútíma aðstæðum, en mér finnst mjög mikilvægt að gera sér í hugarlund hvernig konurnar þá. Í kulda, kannski raka, í reyk á eldinum, allt það. Takk kærlega fyrir sýndan áhuga. Just a few last words. As always, when we finished the project, we had the idea to make it better, to improve it in any way. And I will, of course, maybe with Marianne again, which would be my favorite, do it again, but then make it better. We now detected on a photo that there is a pattern in the woven band. It's not only stripes, but there is a pattern in it. You can clearly see it on one photo. I would try to do it then, and we would like to make the whole dress in blue, not in brown and blue, and do some